Shit happens á öðruvísi stað, við erum ekki í stúdíóinu. Smá tilbreyting. Við sögðum hérna að við myndum taka upp hérna bara svona vlog þar sem við erum að labba og tala við fólk og svona. Það augljóslega breytist eins og þið sjáu. Þetta var skynda ákvörðun að ég tek þátt á þessu hræi hérna. En það bara allt í lagi. Við erum bara hérna til að hafa gaman og skítappa, það allt í lagi. Við erum bara að skemmta okkur. Jæja, Ólfur. Hvað er S14? Bara niður í bænum. Hvað ekki að láta mökk á brjálina við brauta? Ég er að tilkýra mótorinn. Tilkýra mótorinn? Svoleiðis? Já. Ég er að tilkýra 2 kilometra, 2000. En þú ert hérna með Idda, eða ekki? Hvað er það? Þú ert hérna með Idda? Já. Hvernig er stemningin í pittinum? Bara geggjur. Það náðu 7. 7? Það er flott maður. Það er nóg að keppa maður, 90 keppendur. Nóg af fólki. Já, ég held að segja. Það eru afsakað, við heyrum og illa einhvern annan skót á bílana en það er alltaf leið. En hérna, það hefur verið rúndur í kvöld. Já. Þú ferð rúndurum? Of course. Ekki? AS14. AS14, svoleiðis. Fyrst getum bara kerti. En þú hefur ekkert keyrt það neitt? Jú, ég kom inn 85 kilometra. Já, 85 kilometra og svo bara beintum að kæra á norður. Já. Já, fólk fara að sjá hann í kvöld. Örugglega. Þegar bílar ekki. Hann bílar ekkert maður. Hvað kjaftaði það? Herru, kíkjum á það. Æja, Tryggvi. Þú ert mikil aðdáðandi af hlaðvarpinu. Ég er mjög mikil aðdáðandi. Núna farið að vera í hlaðvarpinu. Hvernig væri að vera í? Það væri geggjað að vera í hlaðvarpinu. Já, þú ert nú þegar í hlaðvarpinu. Nú þegar í hlaðvarpinu, það er svoleiðis. Já. Hvað segirðu, hvernig er stemningin í pittinum? Stemningin í pittinum, hún er nú bara góð eins og hún á að vera. Það er ekki? Margir að... Já, ok, alltaf leið. En hérna, margir að keppa. Já. Þú er búinn að taka eitt run, svona tímatökur run, bara uppbytun. Já. Hvernig gekk? Herru, bílinn fór bara heldur vel, dead hookaði og bara allt á milljón og bara geggjaður. Já, þú ert núna fyrst skipt að slikka. Já, ég er í fyrst skipt að pröfa götusleika þar sem ég hef verið að klást í vesinni með grip en það er mest líklegast út að ég var á svolítið low profile felgum eins og á að vera, low profile felgs, það er máli og núna var ég að pröfa að slika og guð álmáttugur, þetta er bara draumur að pröfa að vera á slikum og húka. Já, ég meina, ég er náttúrulega bara á venjulegu umdæki sem ég kom á sunnan, sko og ég hef mögg spólað út fyrst annan, sko þannig að hérna, ég skil hvað það meina, það væri fínt kannski spurning hvort ég er fjárfærsdegi í slika næsta sumar. Kannski fjárfærsdegi slika í næsta sumar og ef þú getur coilover stífkan upp á aftan. Það var í hábandi mikið, eða? Þá gæti, býttu núna er ég að hugsa, það gæti hjálpa til, það gæti ekki hjálpa til. Já, ok. En hérna, það styttist í að við keyrum þannig að ég ætla ekki að trufla meira. Já, Þú fyrir að gera bílinn tilbúinn og... Við meðum ekki truflast mikið núna í pittinum. Bara smá. Hérna er exclusive Shit Happens. Þetta er Mr. Lewis, hann Norvel. Blessaður. Hvað segir Norvel í dag? Svona heitt og kallt á sama tíma. Heitt og kallt, þetta er ekki bara stressaður? Já, smá, en samt ekki. Og það er þú ert hérna. Já, ég er hérna til þess að gera gott content þegar ég sprengja mótorinn minn. Þetta er ekta sko, Ég var hann áðan, ég bara... En ég er búinn að spyrja marga sem er kannski ekki búinn að keppa mismikið en þú ert búinn að vera mikið á þessu viðburðum undanfarin ár að taka upp. Hvernig er stemningin í pitinu núna? Bara mjög næs, mjög svona reglulegt, finnst mér. Já, eins minna skipulag, þeir eru búin að skipulegja niður eftir flokkum, það er ekki svo mikið kaos eins og var. Já, það var chaos 2019, 2018, Já, 2002 líka þegar ég geti senast, 2003 líka. Yes. En hérna, hvernig leggst þér í þig, veðrið og að vera komin norður og að taka upp? Ég er bara alltaf læg sko, ég var bara að byrja, rétt að byrja. Það að byrja, þannig að þetta er flott. En hvernig ætlar þú að keppa? Ekki vera á myndavélinni? Næsta ár. Næsta ár? Er það officially? Já. Herðu, exclusive. Verður það bara Lewis sem ertu bíl í drasla? Ég ætla að reyna að setja Miatan bara, mástu. Já, og svo bara Lewis hérna livery? Mögulega. Ef þú hana borgar. Ég borga? Ég á Ford sko. Gæinn sem er hann að mynda. Við eigum ekki pening sko. Já, enga pening. Við erum hérna,
Við erum hérna eða peningin okkar þannig að það er ekki hægt. Við erum ekki heldur með pening. Ég er ekki heldur með pening á þessu. Nei, en ef einhver var að spá, hvað er bak við öll þessi stóru bíldagsvídeó og stóru Lóvis-vídeó, þá er það þetta. Það er bara... Þetta er one man show sko. Við ætlum að halda þessi eitthvað svaka production team að gera þessi Lóvis-vídeó. Nei, það er bara þessi gaur. Þannig að ef þið sjáu hann, veifið til hans, segið hæ, kastið honum Kókoprins Pólo eða eitthvað, pulsu eða eitthvað. Halda áfram. Það að leggja þetta í hálfur? Ég er bara að grípa með þér, heiðið mál. Hvað séu, þú ert á mjög þekktan bíl sko, við veitum aldrei hvað bíl þetta er, Elite. Já, ok. Segðu okkur aðeins hann, hvað er búið að gera við hann og hvað er mikið hestöfl og bara eitthvað af bílinn? Núna sko, þá erum við að horfa kannski í kringu 600 hestöfl og búin að vera hvað, í minn eigu í 9 ár og það er búið að fara í, já, það er búið að fara í mótorinn þó nokkru sinnum, kýrkassa, millikassa, en að driflínan er byggð frá A til Ö, mótorinn er byggður, fullbúraður, þetta er bara svona keppnistæki sko. Já, það er bara ekta reiskar. Já. Já, ok, flott. En hvernig gengur þér núna í dag? Ertu sáttu með tímatökuna? Ég held við séum bara búin með 2 rönn sem ég skil ekki. Við áttum að taka 3. En hérna, hvernig er búin að ganga í tímatökuna? Það er búið að ganga bara fínt sko. Ég tók hérna 1 rönn bara til að fá staðfesta tíma. Ég hef ekki búin að mæta hérna bara braut núna í 5 ár. Já, ok. Og bíllinn er búin að vera í góðri pásu. En jú, þetta gekk bara þokkalega vel. Skiptingarnar mættu vera betri hjá mér. Svo ég er honum frekar virkaður í þessu. Já, það kemur. Já, þetta kemur sko. En bíllinn er bara standað ágætlega. Með að við erum búin að taka niður aflið. Svo við erum ekkert að horfa á eitthvað svaka hestaflögu til í dag. Já, en bara öruggara fyrir mótorinn og allt og svona. Hann er bara skemmtilegur. Já, þetta er bara gaman. Það ekki? Þetta er bara að hafa gaman sko. Það er meira þessar DSG-kellingar hérna sem er að vinna þetta sko. Já, DSG. Já, það er bílarnir. Já, ég er líka í bensínta sko, þannig hérna... Það snýst bara að hafa bara gaman. Ef þú getur ekki tekið tapi, þá áttu ekki að skila að vinna. Það er bara þannig. Nei, þetta er bara gaman sko. Þetta er bara gaman. En hérna, þetta er bara ekki trúlega meira. Lífið er að liggja og hérna gangið vel. Og vonandi gerist ekkert. Slæmt. Þegar við sjáumst. Þetta er hann Almar, hann er á Mazda Speed 3. Alveg út úr tjúna kvikindi, turbo og læti. Hérna, hvað segirðu? Ég er heldur góður, bara. Það ekki, hvernig leggst þetta í þig? Hvernig er keppnin í dag? Hvernig er tímatakan búin að vera? Tímatakan, búin að vera hræðilega á kallinum. Drastlega er að wheel hoppa allt of mikið og bara ekki að blása öll písin sem á að vera að gera og það er ekki að standa sig ekkert rosalega vel, en búin að finna aðeins út úr því kannski núna. Já, þú ert líka bara í bullandi spóli sko. Já, ég er bara fastur í spóli, en bara ég næ ekki svona burnout að hitta dekkin ekki neitt, ég er bara að hoppa, ég nenni ekki að blóta öxul í kvöld sko. Það var að passa, ertu ekki með einhvern stífari lower motor mount, eitthvað sem heitir, aftari? Ég er með stífari mótor på allar hringina. Já, ok, samt er það svona? Samt wheelhoppa. Já, ok, en hérna, er þetta ekki bara gaman? Þetta er heldur gaman sko, fyrsta skiptið mitt, svo bara gaman. Já, þetta er ekki seinnaskiptið, þú kemur sterkari næsta ári. Alls ekki seinnaskiptið, ég kem betri og bara bildaði mótor. Bara bildaði mótor, LSD slikar? Allan daginn. Herru, gangið vel, see you. Jæja, höldum áfram. Við erum mættir hérna með örugglega stjörnukeppninnar, þetta að segja, það er þarna bílinn. Tók alveg þrusur á hann. Alveg margir spenntir að sjá þennan bíl keyra. Þetta er hann Sammy Davids. Hvað segir þið? Við erum bara fínt, en þú? Jú, góður. Hvernig er þið búin að ganga? Ég get ekki sagt að það sé búin að ganga vel. Smá viðgerðir á milli, en þetta kemur. Það var fín ferð, en smá brasir í. Ekkert sem við náum ekki að kippa í liðin. Ekkert bílaðan eitt svoleiðis? Nei, frissuhjól sem að losnaði og vill alltaf losna. Þegar maður er að snúa þessu upp í 9000 og komið með síknarsarkassa, þannig að allt er tornir að toga í það og eitthvað svona vel. En við erum að finna út úr því. Nú eru margir að horfa og hlusta sem voru hérna, þetta kemur náttúrulega út eftir keppnina, sem sjá rönnin og margir að hugsa, hvað ert að skila mikið út í hjól? Það ætti að vera eitthvað 1100 hjól, cirka eins og hann er núna. Og hvað er þetta að blása mikið? Hann er að blása 35 pund núna. Það er ekki enga rosalega tölur, en... Nei, en samt. Það er samt mikið, sko. Við erum að fikra okkur upp. Bara upp og betri, allt verður bara betri rönn og þú er bara með 1 rönn, eða ekki? Jú, 1 rönn. Svo smá brass og bara, ég held að sé bara hálftími næsta rönn eða eitthvað. Við höfum bara eftir að ræða smá saman þetta.
Eru tímatökurnar búnar eða, veistu það? Já, ég náði bara einu tímatökurunni. Við fengum allir bara 2. Okkur var lofað 3 sko. Já, ok. Ég er búinn að vera svo mikið hlaupum, ég er ekki búinn að taka eftir þessu. Já, nákvæmlega. En ég segi bara gangið vel. Takk fyrir það. Og vonandi gerist ekki neitt slæmt. Já. Annars er það bara gaman. Þetta var bara gaman. Flott. Sjáumst. Sjáumst, bye. Jæja, Reynir heiti ég. Tók við smá stund við Mílani. Það sem að Mílan vildi fá sér smá pásu. Góðan daginn. Góðan daginn. Já, góðan daginn. Herru, má ég fá að sjá spjaldið? Þetta æðislega fallega spjald. Já, æðislega. Þetta er 2000 skall. Það er 2000 skall. Þetta er 2000 skall. Þú mátt eiga bara þetta. Já, takk fyrir. Þetta er flott. Herru, sjáumst það ekki bara senna það? Jó. Sjáu þetta fallega spjald hérna. 2000 skall, heyri í kela og styrk. Góðan daginn, Reynir heiti ég. Vinn hérna með Lóis. Já. Hvað heitir þú? Natti. Og Natti, hvað bíla gerir þú? BMW. Já, Og- hvað svo? Hvernig BMW? Bara 530 D, X-Drive. Og Fjölskyldubíll. keyrðir þú og honum alla vegina frá sunnan til norður? Já. Nú. Já, ok. Ætlarðu að fara að keppa eitthvað í ár? Nei, eða ekki sko. Nú, ok. Herðu, takk fyrir viðtalið. Spurðu hann hversu vel gekk að tjálta. Já, herðu, Bara... sögur segja að þú ert eiginlega að tjálta í garðinu mínum. Já, það er rétt. Hvernig gekk að tjálta klukkan 12 minnati? Það er bara mjög fínt sko. Tók engan stund að þessu. Já, engan stund að þessu. Og hvað fyrir að gera strax eftir að tjálta? Borða. Verður að nota einnota grill þegar ég var með stórt grill í garðinum? Já, maður nenni ekki nota þessu heil grill sko, nota bara einnota grilli. Menn eru búin að nú kaupa þetta sko. Herru, ég sáttur að minnst þú ert enginn aumingi, keyrir bílinn allar norður. Já. Herru, förum við í næsta mann. Hvernig finnst þér bíladagur eins og er? Bara fínt sko. Bara fínt? Og ekki neitt vesen og... Alls ekki. Ekki neitt vesen? Nei, mér finnst það ekki. Og hvernig finnst þér hittingarinnir og svona? Það er flotti bílar hér. Og enginn með háaði eins og Mílan segir, með bassakilur og... Jó, það er bara hans vandamál. Það er bara hans vandamál. Ég gæti ekki verið meira sammálaðir á því búndi. En við þurfum að passa ykkur á háaðina með reglunar á háaði. Já. Og hvað var ástæðan okkur því að þú komst á bílulegbíl? Á bílahitting og á bíladaga? Sko. Já. Öðrum orðum, hann er bara... Sko, það er ekki komið sama excuse að segja mig eða? Rangerinn er ekki 100% viðhaldi og cruisin er lítill til að ferðast með. Öðrum orðum, hann er algjör fokkin aumingi. Hvað heitir þú? Willi. Og hvað ertu að gera hún á pallinum? Ég veit ekki maður. Gott í þessu. Heimskur gæði maður. Shit. Herru, ég er farinn. Gleymdu þessu. Hvað heitir þú? Kristrún. Og hvað bíl keyrir þú? Mestu Míatu. Er hann nokkuð nógu lár? Gæti verið lærri. Ertu nokkuð með einhver læti á honum? Nei. Og hvernig finnst þér bílætingur eins og er? Geggjaður. Og bíladagar? Súper. Það er æðislegt. En hvernig finnst þér háaðin í bassakilunni og bílunum? Háaðin í bílunum er geggjaður, háaðin í bassakilunum er lélegur. Það er gott að vita. Hún er mjög sammála Mílani. Herru, förum á næsta mannesku. Hvað heitir þú? Gunnar Þór. Sæll blessu Gunnar Þór. Hvernig finnst þér þessi bíl? Hann geggjaður. Hann er svakalega flottur sko. Hvernig finnst þér bíladagar eins og er? Þetta sleppur fyrst frá hotn allavega. Ekki mikið háaði? Nei, ekki ennþá. Ekki ennþá, en hvað með bassakilu og læti og... Það er víst stærsta keilan í þessu rútu þarna. Nú! Hvað er mikið vött? Ekki Já, ok. Það er okkur heill og hellingur. Ég held allavega yfir 5. Allavega yfir 5, segir hann. Og hvernig bíl gerir? Subaru Impreza. Vaffer XST í svipaða grænu og þessu með rauða felgur. Og hvað er það? Mína? Er það Bugay? Bugay, já. Hvernig finnst þér bílinn þinn eins og er? Hann er góður líka sko. Er hann æðislegur? Það er gott að heyra. Herru, takk fyrir þetta. Hver er þú? Herru, ég heyrði að þú varst einhver fílu út af því að þú... Nei, þetta er bara að vera bíja maður.
Hvað segirðu, þetta var? Þetta er bara BA að vera BA. Ok. En þetta er alltaf leið. En hérna, hvernig er bíladagur búinn að vera hjá þér? Þreyttir. Já, heitt, sem gott. Maður mætti hérna norður í gærkvöldi. Eins og sumir sáu, sumir sáu ekki, en ég kom hérna í gærkvöldi bara kl. 12 eða eitthvað. Heim til þín. Já, heim til mín. Ertu eins og Natti að tjálta ekki í garðinu mínum? Nei, ég er VIP, ég fæ að vera í stofunni. Þannig að það er kostur við það, en hérna, maður mætti hvað, 1:30, heim bara norður. Svona 1:30, búinn að blása dýruna, fara að sofa. Og kl. 9 mættur á braut, keppa. Það er bara metnaður. Já, það er skynda ákvörðun, maður ætlaði að keppa en maður keppti samt. Og þú ert þekktur að fara með bílinn næstu hvert einasta ár í sýningu. Ætlarðu að fara með henni í sýningu þetta ár? Ég er örugglega ekki þekktur fyrir það því að veit ekki hver ég er og það finnst engum bílinn merkilegur, en já, það fer á sýningunni í ár og ég má það því hann er með reisnúmer. Hann er með reisnúmer, passið ykkur, 1213. 1211? Já, 1211 með ég. Það er annar bíl sem er 1213. Ég er með 1212. Það er ekki Bartek? Jú. Nei, þetta er bara gaman sko, ég held að þetta verður gaman og eins og allir vita sko, not all show cars are race cars, but all race cars are show cars. Akkurat. Þannig, getið please ekki komið með ljóta bíla í sýninguna. Takk fyrir. Ég slaka við bara. Já. Fyrst að þú fannst mig, mér var lofað að vera í frí í kvöld. Nei. Ég fæ ekkert svoleiðis. Það bara minna ykkur á 20 skall til þess að styrkja Kela, mæli með. Já, ADHD Racing, endilega. Þið stiltu upp bara í bílinn á ykkar. ADHD? Ákveður fóru styrk? Herðu, face track enabled, herðu. Wow. Afsakið tæknilegur subject lost, herðu. Þetta er ekki nóg gott, hvað? Snúðum við? Hanna, við endum þetta út. Við klippum þetta út. Sæl Palli. Blessaður. Hvað segir kattinn? Ég er góður bara, en þú? Hvernig leggst bíldagur í þig? Herru, voru að gegja það? Er það ekki? En fuck it. Það verðum allir þreytir. Já. Ég kom í gærkvöldi, fór að sofa í 3 tíma, svo fór að keppa. Já, ég reyndar var ekki svona vaknaður sko þegar að spyrnan byrjaði. En það er samt bara út af því að bílaflutningabílinn bilaði með driftbílunum okkar upp á. Og glussakerfi virkaði ekki. Helvíti. Þannig að Alli fekk lánaða bíl hjá Stebba og svo þurftum við að ferja alla bílana yfir á annan flutningabíl til þess að koma þeim niður og keyra alla á milli. En þú veist það hafðist og við náðum að kíkja á spyrnuna, við náðum að horfa á þig. Já, horfa á mig hérna, við skulum ekki tala um þetta, en hérna... Já, ok, það gekk ekki nógu vel, greinilega. Jú, það gekk mjög vel, en ég er BA, bara að vera BA. En allavega hérna, hvernig finnst þér stemning í fólkinu? Það er bara geggjur stemning, það er bara fullt af liði hérna hjá okkur að kaupa peysur og ilspjöld og... Sýnd okkur aðeins hvað eruð með þetta sölu? Við erum búin að sjá þetta hjá Kela, sko. Það er náttúrulega peysan sem ég er í. Þessi hérna. Það er peysan hérna? Nei, ekki smó. Og bólinnir eru bara eins, sko. Ok, býtu, það er að vera betur. Hérna. Við erum búin að sjá hérna Kela, hérna þetta þannig að... Síðan eru ilmspjöldin, sko. Þetta eru mismunandi lyktir af öllum bílunum okkar. En svo náttúrulega getur við sýnt fólkinu aftur hérna flottasta innsvöldið aftur. Þessi, sko. Þetta er limited edition. Það er til önnur típa frá því fyrra. Þannig að ef við keyptu ekki þessa núna, þá fá henni ekkert aftur. Hún kemur ekkert sama mynd aftur. Fá við næstu mynda framan þá eða næsta ári? Það er aldrei að vita, En hvað, hérna, spólsvæði opið í kvöld? Já. Ætlum þið að spóla eitthvað? Sko, ég reikna ekki með því, af því að driftið er ekki fyrir á mánudag. Það væri svo leiðilegt að klúðra bílnum og ná ekki keppni. Þannig að, þú veist, ég reikna með því að við séum bara að fara að spóla á keppni og hérna, svo bara fara með þá í bógan og sjæna á fyrir sýningu. Þannig að ég efast að við notum spólsvæðið eitthvað. Já, bendi sýningu, en verður þið ekki bara upp á svæðið bara þið? Jú, við förum núna, það er bílalimbó eftir einhverja nokkra mínútur. Þannig að við erum að fara þangað og verðum með meira dóti og allir geta kíkt á okkur. Jó, ok, þá vitið það. En hérna, þið verður upp á svæðið og spólsvæðið, kvöldu það ekki? Jú, við kíkjum þangað, auðvitað.
Það stemmarinn þar sko. En hérna, ég ætla ekki að trufla þig, það er nóg að gera þér. Yes sir. Þannig að þið komið á bílalimbo eftir smá, það er fullt af fólki að fara þangað. Kíkjum á það. Let's go. See you. Blessaður. Góðan daginn. Hvað segir kallinn? Góður. Hvernig er bílinn að virka hjá þér? Ekki neitt. Lígur því sig ekki á mér sko. Jú. Þú ert búinn að fara með, hvað, 2 drifsköft? Já, cirka bát. Er eitthvað fleira? Driflok. Ok. Ég held það sé upptalið. Ok. Veistu, er búið að mappa bílinn, veistu hvað hann er cirka að skila í hestöfli með þér? Já, góð pæling. Þetta er örugglega í kringum 600 sko. Ok. En veistu hvað það blása? 1,5. Já, það er nú ekki meira en það. Hljóðið í honum allan að virðist eins og þú sért að blása allan blásturinn. Nei. Við skrúfum upp í honum eftir bíladaga. Já, mjög gott. Ætlarðu að keppa á morgun? Að sjálfsögðu. Og stefnir á fyrsta? Að sjálfsögðu. Ertu í opnað eða göttubíla? Göttu. Akkur er þetta ekki opnað? Það er ekki búið. Já, þú ert með boltinn búr án aftur í þig eitthvað. Já. Herru, það var geggjað að heyri þér. Gangi vel á morgun. Sömuleiðis. Takk. Hvað segir allir? Geðveikt. Ertu bara á konubílnum að drifta? Já. Hvað er 189? Hann er bara geimslu. Bara að hafa það kósí? Hann er bara svo þægur. Segðu mér hérna, það er turbo skemmtilegt í þessu. Ekki þessu. Ekki þessu? Enna. Ok. Þetta er bara vaffáta, þetta er beinskipt, þetta er með góðum beigjum, þetta er með góðu drifi og það er eina sem þú þarft að hafa gaman. Það er bara rétt. Ef þú flækir þetta of mikið, þá ferðu bara að skrúa í þessu og ekki að keyra þetta. Það er alveg rétt hjá þér. Við erum að fara svona 10. og 11. ferðina núna. Það er það sem skiptir máli, það er að nota þetta, ekki? Bara að hafa gaman. Ó já. Ætlarðu þú eða frúin að keppa á honum á morgun? Það stóð til en síðan lá niðri og smá vesen að skrá hana. Þannig að það klúraðist alveg feitt. Ok, og það er ekkert hægt að redda því? Jökull bara sagði að vera of seint sko. Ég var að keppa í sandspyrnu með vinnum mínum á meðan skráninginni lauk. Svo eftir sandspyrnuna hringdi ég hann og það bara gekk ekki. Jæja. Ekki það, konan hefði kannski átt að gera deginum áður eða eitthvað, en það verður bara að hafa það. Maður eru ekkert alltaf með putan á púlsinum þegar það er stress í gangi. Nei, það er svona, sumir eru stressaðar að koma einu bíl norður, þetta er svo 4. sem við komum, þannig að... Já, þannig að það er smá munur. Stóng, sko. En þið verðið á sýningunni? Já. Og ætlið að vera með Monster? Við verðum með Monster og við verðum með græðubíla og við verðum með græðukeppni og alls konar. Já, og þú ert með AF bílgræður sem fyrir fólk sem veit ekki. Já, ég er sem sagt með AF bílagræður og driftbíla og alls konar. Þannig að bara gaman? Bara gaman, engin vitleysa, bara gaman. Þannig að fólk heyrir þér eða vantar hátalara, takkaborð, ertu með eitthvað meira? Bara almennt yfirferðar rafkerfi og ljósakerfi og alls konar sem að tilheyri því, sko. Já, bara geðvitt. Herru, hafðu gaman í kvöld, kallmenn. Sömuleiðis, takk fyrir. Ert þú bara að djamma? Djamma? Heldur betur. Hver er staðan á því að þú ætlaðir að vera á driftbíl og hafa gaman og ekki vera bara haugfullur? Driftbíl er víst rosalega dýr. Já. Þannig að þegar maður er á patról sko og er að reyna að vera jeppakall og vera svona alveg sammeða þá er þetta ekki alveg í boði alla vegu sko. En patrólinn er líka rosa dýr, þannig að það er þetta svissa bara á milli. Já, ég var einmitt að hugsa það. Ef ykkur er nógu vitlaust til þess að kaupa patrólina, þá ætla ég að vera nógu vitlaust til þess að kaupa ykkur driftbíl. Já, náðu með þig. Ekki? Hvað er svona það sem þú myndir helst vilja í driftbíli? Ef þú verður að fara að kaupa þér bíl, hvað myndir helst vilja? Ég væri til í bara einhvern mótor sem er ekki alveg tabú í hestöflum. Ég væri til í körfustól og vökvahambremsu. Ég finn út af restinni. Bodyið má vera ljótt. Ok. Er eitthvað body sem þú myndir vilja helst? Já, það væri E36-in. Já, geggjað. Allan daginn. Gaman að sjá þér. Takk fyrir það. Já, flottu bíl sem þú ert að keyra. Ekkert að koma mig. Áhverju ekki? Þú ert á bílnum, í bílstjórasætinu. Í bílstjórasætinu? Nei, ég er sko réttu megin. Já, það er réttu megin. Segðu þetta á ensku, drengur. Það er on the right side, sko. Já. Tekinn á technicality. Þau halda að ég sé bara reybrennandi í ensku hérna. Já. Hvað segirðu, Pétur? Ágættur en þú sæti? Ég er bara helviti góður. Viltu að koma yfir tíðin? Ekkert frekar, sko. Jó, ég kem. Það er að koma upp í mig, eða?
Þessi bíl er 400-litrinn ekki? Nei. Er þetta afturhjóldrið? Já, dreng. Ok. Og... Hvað heldur ég sé ríkur og eigi efn og GTR, eða? Ég þekki ekki þetta Skylandót svona vel, sko. Þetta er bara GTR stímaður. En hvað er þá að stoppa þig fyrir að skráði í keppni á morgun? Þetta er ísrúndari. Með svona smá skemmtanagildi. Út með hérna Sparko stýri. Já. Út með körfu-ish sæti. Handbremsana á flottu stað. Þetta er TMU kappaksturspíl. Þetta er bara svona fake. Herru, þú ert með lóðsmiða í rúðinni? Já. Og varst í fyrsta podcastin hjá okkur? Já. Hvernig fannst þér snjóboltinn rúlla hjá okkur og ertu búin að vera að hlusta á podcastin? Já, eitthvað. Og hvernig finnst þér? Fínt. Já. Þetta er að ganga þokkalega vel, maður. Ég held að. Við erum að taka svona öðruvísi podcast upp núna, þar sem við erum bara að hitta fólk og spjalla og ég var nú eiginlega bara að koma að bögga þig hérna af því að þú ert ekki skráður í keppni á morgun. Já, þá verður þú bara að bögga mig lengi, sko. Ég er tímið í keppni. En þú getur allan haft gaman í kvöld. Allan daginn. Séðu, vinur. Gerðu það, sæti. Hörru, Gilli. Þetta er í fyrsta skipti sem ég hef heyrt að þú ætlar að vera skynsamur. Aha. Heim að sofa og klukkan er hvað? Það er ekki ég sem er að vera skynsamur. Það er fólki í kringum mig sem er að vera skynsamlegt. Já, það hljómar réttara. Það er búið að taka af mig bílinn, það er búið að taka af mig bjórinn, ég hef verið að senda mig heim að sofa. Já, mæta þetta 5 tíma, þetta er galið. Þetta er ekki lagi. Ég á líka mæta þetta 5 tíma og ég er hér að taka viðtöl við fólk. Erum við ekki að sofa saman þá? Við getum prófað það. Erum við að fara núna? Förum heim að sofa? Ég kem eftir smá. Já, ég sé það eftir. Herru, það er allavega gaman að sjá þú ert skráður í keppni, annað en aðrir hérna. Já, sömuleiðis. Séð á morgun. Bye. Hvert þykist þú vera að fara, kall minn? Ég er ekki að fara neitt. Ertu hættur að spóla í kvöld? Ég er hættur að spóla í kvöld. Þú ert að keppa morgun í opnaði ekki? Jú, það passa. Ertu búinn að ná að venjast bílnum frá því að þú settir hann saman? Ekki neitt. Þannig að þú ert bara að fara YOLO inn í keppnina á morgun? Það er svolítið svoleiðis. Veistu hvað bílinn er að skila í hestuflum hjá þér? 640 út í hjól. Út í hjól, ok. Veistu hvað þú ert að blása? 28 held ég. PSI? Já. Já, ég veit ekkert hvað það er í bar. Ég er ekki svo góður að reyna. Næstu í 2 bar. Næstu í 2, ok. Helviti gott. En þú keypti þennan bíl nánast tilbúin, ekki? Já og nei. Já, svona eins og flest allir aðri driftbílar sem maður ætlar að kaupa tilbúna. Já, það er bara svona. En þú ert búinn að mála hann? Hvað segirðu? Þú ert búinn að mála hann? Já, ég er búinn að mála hann. Hann er helviti fínn hjá þér. Já. Og ég stefna á að reyna ekki að keyra á þig á morgun, en ég lofa engu. Ok, það er allt í góðu. Þú reynir að stefna á því að keyra ekki á mig líka? Ég vil allavega sjá framtækiðin hérna í hurðinni á mér. Við reynum okkar besta. Já. Herra, það verður gaman að heyra þér. Við sjáumst á morgun í keppni. Já, gangi vel. Sömuleiðis. Já. Hvað segir Birgir? Ég segi að gegja. Er allt í góðu eftir ferðina? Já, auðvitað. Hvernig er bílinn að virka? Herðu, hann ákvað að æla sér smá vatnin. Það var bara hosa, við styttum hana, hendurum henni aftur upp á. Þetta er allt yndislegt. Já, það er geðveikt. Þú sér það. Það er svo gott að eiga díselbíl sátt. Díselinn klikkar ekki? Nei, hann virkar bara. En segja okkur, þetta er ekki mótorinn sem kom úr honum með það? Nei, þetta var ég var einu sinni stoltur eigandi á Kraft minnsta E36 landsins. Sem að var dísel? 8, 10 og 9 hestöfl. Ok, og það er sann dísel orginal, ekki? Jú, hann er dísel orginal og helst þannig. Og þessi kom úr hverju? E46 og já, þessi var bara hent ofan í, 9 spísar og ventilatorspakning, svo bara út af fokkir spóla, sko. Og hann er bara búinn að vera góður? Cirka bát, það er búinn að fara í án túrbínan, en það var bara gott tækifæri til að setja stærri, sko. Það er eiginlega bara akkurat þannig? Já. En þú er bara að nota hann að bíl dagstæðlega, eða? Já, það er bara, þú veist, ég meina, hann er bara með leðri, hitt í sætum og virkar og eyðir litlu. Og krók eða ekki líka? Og krók, já, hann dró 1 tonn á leiðinni hingað. Já, ef þú setur myndavélarnar þangað, þá eru 34 dekk í kerfinni, sko.
Já, þetta er svaðalegt magn sem þú ert að taka með þér. Og þú stefnir á að fara ekki með neitt af þeim heilum. Sko, ég hugsa að það væri betra að fara með of mikið en of lítið. Ég er að segja heim, enginn af þeim verða heil. Jú, örugglega eitthvað. Nei, ég held ekki að vera svona með stórt tippið, sko. En hann er geggjaður hjá þér. Já, og takk fyrir þetta mók fokkin virkar. Já, ég er alveg sammála það, sko. Hann er yndislegur. Það var gaman að heyra ykkur minn. Sömuleiðis. Þú skemmti þér í kvöld. Gaman að sjá þig. Shit. Hvað segið þið? Geggjaður. Er allt í skrúinu eða? Nei. Ekki lengur. Hvað var, voru það skipt um öxul eða? Skiptum 3 og 4 öxla og eina túrbínu. Þannig að það er ýmislegt búið að ganga á? Já. Lítið frí að það. Já, en... Þessi var nú bara mótorslaus í síðustu viku. Já, ég mitt viss af því að ég hef bara rækt þessu saman bara núna fyrir nokkrum klukkutími liggur við. Já, það er eiginlega þannig. Bara settum í gang og komum norður. En hvaða mótor er í þessu? M50, B25 í græna og M50 B30 í rauða. Og báðið með einhverju túrbínum? Já, GT35. Hefur búið að bilda þetta eitthvað? Já, fullbyggðis, báðir. Ok. Og ætlaði að keppa morgun? Já, rústa þessu. Vonandi, það eru geggjað. En í opna? Já, báðir. Báðir í opna. Þú ert á þessum rauða? Já. Og keiftu bílana tilbúna? Eða voru það að smíða þetta? Keiftum græna tilbúin, eða bara rúllandi búrraða sker og rauði hann smíðaði hann sjálfur. Ok, þetta er geðveitt. En það eru nú margir sem vita ekki að þið eru bræður. Já. Ógeðslega ógeð. En vitið hvað þeir eru að skila í hestöflum? Ég myndi bara gíska einhver staðar svona 500 sko, eða svona 450-500. Báðir, cirka. Þeir eru bara sama. Vitið hvað þeir að blása? 1,5 bara og 1,6. Ok, þannig að... Tvíbúðar eða? Hæ? Ekki tvíburar, nei. Nei. Hver er eldri? Ég. Þú ert eldri? Já. Þannig að þú ert með 3 lítra mótor? Já. Þannig að þú ert svona aðeins stærri? Já, ég skil. Þannig að stóri bróðurinn, þú þarft að lifa í skugganum. Nei, þú færð hérna auka hurðir og minni mótor og... Stærri spoiler. En þú ert með stærri spoiler, þannig að það gerir allt, sko. En það er bara geggja, það var ógeðslega gaman aðeins að fá að heyra ykkur. Já. Og vonandi gengur allt upp á morgun og þið skemmið ekki neitt. Já, vonandi. Við séum ykkur á morgun. Bye. Þú varst að gera þetta upp bara frá grunni, eða ekki? Nei, ég keypti bílinn með bildamótor og allt. Ok. En ég tók hann bara annan í gegn. Já. Bara málaði hann og setti þetta kitt á hann og eitthvað. Þannig að bodylega sé aðalega? Já. Hvaða mótor er í honum? M50 B30. Ok. Turbo. Já. Veistu hvað hann er að skila í hestöflum? 450 út í hjól og 550 mótor cirka. Já. Þannig að... Veistu hvað þú ert að blása? 1,1. Já, ok. Þannig að það er bara svona on the safe side. Hann er rosa safe núna, sko. Já. En þú ert að keppa? Já, keppna morgun. Og þú ert í göttubíla eða? Já, göttubíla. Stefnir á að vinna það væntanlega? Stefnir hátt. Þú stefnir hátt, það er alltaf best þannig. En hann er rosa fallegur og... Já, takk fyrir það. En margir segja að svona JDM-kit passi ekki á þýska bíla. Já. Þú ert ósammála því? Já, ég er ósammála. Aðeins að breyta til hérna á Íslandi. Já. En hann er heldur fallegur og mjög snirtilegur hjá þér. Já, takk fyrir það. En við erum bara að spjalla hérna við fólkur með podcast sem heitir Shift Happens. Já. Og kannski séu okkur, kannski ekki. Já, ég sé þetta. Og hérna, við erum bara aðeins að taka öðruvísi podcast núna og bara spjalla við mismæti fólk. Þannig að við ætlum að sýna fólki hvaða bílur við erum búin að vera að tala um. Og það er bara gaman að hitta á þig. Gangi þér vel á morgun. Takk. Góð kvöldið. Góð kvöldið. Hvað segir kallir? Ég segi bara alltaf, og ljómandi fínt. Á að fara að spóla? Já. Á Subaru tuggunni? Já, en ekki hvað. Er hann afturhjólsdrifinn hér? Já, sjálfsögðu, en ekki hvað. Og bara búið að sjóða þá framdrifið eða? Sjóða allt sem þarf að sjóða. Og þú ert ekkert að fara að keppa á þessum bíl eða? Í börnáttunni, jú. Já, ok. Þannig að það var að láta hann hafa það bara? Það var að láta hann hafa það. Vonandi springur mótorinn. Það fyrir á 6-um hérna. Er orginal mótor í honum? Orginal 114. Ok. Og þetta er bara NA bíl, engin turbína og ekkert vesen? Ekkert kjaftaði.
En þú ætlar að hafa fyrir okkur í kvöld, það er bara gaman að sjá mismunandi bíla og mismunandi fólk að keyra. Að sjálfsögðu. Það er bara mjög gaman að hitta það, kall minn. Sömuleiðis, við sjáumst. Gjörðu það. Blessaður. Hvernig var þetta? Þetta er bara yndislegt. Já. Það er mjög auðvelt að taka viðtal við. Aha. Já. Er ég ekki svona alveg... Þú var að segja, þú var að koma með okkur. Þú voru að kíkja á okkur í podcast einhvern veginn, við erum að bjóða þér að spjalla. Ég skal tala eitthvað sem gerðist á 2 mínútum í hálftíma, engar á ykkur. Nei, sko málið er að það eru svo margir sem að ég segi eitthvað við og þeir svara mig bara já, skilur við. En svo spyr ég þig að ykkur og þú segir mig sögu. Þú getur tekið viðtalið við það hvað er gaman að vera hérna á spólsvæðinu að þurfa að vera að díla við allt þetta lið hérna, segja honum reglurnar, svo sér það, hann er farin að tala alveg eins og fáviti leið á þessum ógeðslega Subaru. Heyrðu, það gæti verið verri, hann er allavega á station. Þetta er það sem ég er búinn að vera að gera allavega senastu 2-3 árin, að vera hérna með spólsvæðið og þú sér það er röð bara næstu út á götu, þannig að þetta gengur ágætlega, ég er frekka liðlegur því að þá nennir fólk að vera liðlegt við mig tilbaka. Já. Og svo bara gengur þetta og til að vera alveg hreinskilinn, með að við magnið það fólki þetta, þá finnst mér þetta ganga alveg fáránlega, þú sér þið. Það er örugglega helmingurinn af þessu liður undir 20 og þetta er samt ekki komið út í eitthvað bull. Nei, það hefur alveg verið þannig áður. Já, menn muna nú alveg eftir sögunni þegar maður var með exu og maður beit eyrað að næsta. Já, við vorum einmitt að tala um það, við vorum að brauta daginn, við vorum að skoða vídeóið af eyranu. Já, til myndband af því? Já. Ekki þegar hann var bitið, en það er myndband af eyranu þegar hann var allir í bláði. Nei, veitu, sælumlegsar. Æ, nei, ertu að taka viðtal? Mátt þú keyra bíl eða? Já. Ertu alveg viss? Já. Ertu með nógu margar heilasennur til þess? Nei. Nei, það er eins gott, enda ertu á BMF alveg eins og ég. Já, ég kann ekki heldur að spóla. Já, þá er eins gott, að læri það núna. Seinast þegar ég var að spóla. Ertu ekki verið að kenna honum við það? Jú. Seinast þegar ég spólaði mig. Já. Þá var á stundur í snjó og bíllinn er grindaskakkur í dag. Blessaður. Og vantar skilti hérna yfir índón. Sérðu, nú ætlar að koma með mér og ég ætla að lesa þessum manni reglurnar í beinni. Heill og sæll, ég ætla að lesa þér reglurnar. Já. Herru, þetta er frekar einfalt. Það er allar rúður uppi, ekki lokastandi á mig. Ok. Allir í belti, 1 farþegi og svo er bannað að standspóla, svo þetta verður alveg stopp. Þú verður að vera smá ferðið, ekki vera algjör aumingi. Já. Og svo bara hafa gaman. Það er nummer 1, 2 og 3. Það er planið. Það er ekki? Jú. Það verður bara geðið. Já. Svona les maður reglurnar fyrir ykkur sem er að fara að spóla á Bílaklúbb Akureyrar. Takk fyrir. Nú þurfum við bara að finna palla. Sko, hérna er palli. Ég elska að þú tókst vinnuna mína bara. Já, þú ert búinn að fá fullt af myndefni. Þú hefur gaman að þessu. Það er bara geðið. Í næsta þætti förum við yfir það hvernig á ekki að breyta bíl, eins og það hvaða maður ákvað að klippa númerið sitt. Þú veist, þetta er hryllilegt. Hann heldur að hann sé að gera sér greiða og það eina sem að gerði sér var að greiða sér illa. Bad hair day, right, sko. Þetta að vera vissum að ég kæmist af grasinu að bílaðum. Já. Þetta er náttúrulega bara afturdrifi og þetta fer ekki nei. Þér er ekkert vel við að fólk sé að snerta bílið? Nei. En þér er mjög vel við að fólk sé að snerta þig? Já, klárlega. Það er náttúrulega undirfattamódel og svona. Já, það er ekki margir sem vita, eða kannski eru allir sem vita það, að þú sért á dagatölum. Já. Hvað ertu búinn að gera mörg dagatöl? 2 fyrir RS og 1 sem ég gaf út sjálfur bara. Ok, það er enda ekki eðveikt. Já. Hvaða bíl er þetta sem þú ert á? Þetta er bara einhver gömul Tacoma. Það er ekki eitthvað búið að breyta þessu? Nei, það held ég ekki. Ég veit, ég var bara að lækka hana. Já, þú ert með körfustýri? Já, ég er með körfustýri og stól á Vectro PSE eða eitthvað. Þetta er agalega flott. Og þú ert með frábæran hátalara hinum meginn? Já. Það enda á eftir að skoða þetta eitthvað. Er það ekki að spóla? Nei, þetta er 140 hestafló með opið drifi. Ég ætla ekki að fara að bíða til að gera með fíflið, sko. Nei, hann er bara slagur. Já. Það má líka alveg stundum? Já. Það er alveg þannig. En það er svolítið skrítið að sjá þig ekki í bjórnum með það?
Já, sumir segja það allir voða hissa að ég sé ekki að drekka. Þú ert ekkert hættur? Ég er ekkert hættur að drekka, nei. Þú ert bara slagur? Já, ég er bara slagur. Fram kannski morgun. Já. Það var gaman að spjalla þess við. Já, sömuleiðis. Þetta er cool bíl sér þetta. Já, ég þakka það fyrir. Já. Aldrei vesen! Takk fyrir! Varstu smeykur? Varstu smeykur? Nei, aldrei. Aldrei smeykur. Herru, þetta er rosalega lítill og krútlegur bíl hjá þér. Já, takk fyrir það. Þú varst á honum í bílalimbo, eða ekki? Jú, það passar. Fyrsta sæti? Jep. Hefurðu tekið áður þátt í bílalimbónu? Nei. Ok. Ertu nýlega? Hvað sagðirðu? Nýlega búinn að fá bílinn? Já, fyrir 2 mánuði cirka. Ok. Segð okkur aðeins hennar bíl. Þetta er Mazda. Þetta er MX-5. Hún er 1.6 grútmáttlaust, læst afturdrif og já, keypti felgur og kaulögur. Og þú ert bara að skemmta þér á bíladögum og hafa gaman? Já. Þú ert ekkert að keppininu, nema bara... Já, bara limbóið, sko. Já. Það var ekkert á planinu að keppininu, sko. Þetta er mjög cool bíl hjá þér. Ég fíla að þetta er svo lítið, sko. Já. Og vinkonum mín á svona bíl og ég passa ekki inn í hann til dæmis. Þannig að þetta er alveg karakter. Já. Það var mjög gaman að spjalla við þig. Sömuleiðis. Skemmtu þér í kvöld. Takk. Sælunur. Sæll Balvin. Hvað segirðu? Ég segi bara gott. Maður er að spóla, það var alltaf gaman. Já. Þú ert búinn að láta bílinn hafa svolítið helgina? Bara smá. Þú ert búinn að keppa í helmingnum meiri hlutanum af öllum greinunum, eða ekki? Meiri hlutan, já. Ég er búinn að keppa í reyndar ekki meiri hlutan. Ég er bara búinn að keppa í gauturspinnu og HA-keppninni. Varstu ekki í AutoX núna? Nei, það var ekkert AutoX, já. Þú varst náttúrulega með byggarja frá því fyrra. Það er bara hérna, sko. AutoX annarsæti, 2023. Já, Keli tók mig þar. Já, djöfisvesen. Hvernig gekk í HA-keppni? Ég vann 1 bíl og tapaðist næsta. Ok, það er náttúrulega ekkert svaðalega læti í svona díseltökum. Nei, það er nú eitthvað læti hjá mér. Já. Húst er nú dálítið stutt. Það er það. Hvað er búið að gera fyrir bílinn? Sko, það er, þannig sé, þetta er óopnaða mótor. Þessi mótor er bara keyrður. Það er stærri intercooler á honum. Það er kaldara inntak og ef þetta er diesel, þá er EGR delete og DPF delete. Já. Það er náttúrulega fylgir því að vera með hood-exit, þá er náttúrulega ekki með DPF. Akkurat. Og svo er þetta bara mappað til tunglsins. Það er bara, við erum í hæðsta mappi sem Bretarnir gátu að gefa okkur. Veistu hvað þú ert að blása? Hann er að blása 38 PSI á original turbínu. Ok. Veistu hvað hann er í hestöflum eftir mapp? Okkur grunar hann sé 215 hestöfl í mapp eftir mapp. Sem er alveg mjög fínt fyrir svona lítinn bíl. Það er mjög fínt. Það er 99 hestafla aukning frá faktor í mappi. Sem er náttúrulega bara fáránlegt að ég get bara tengt tölvu og bara búp og ég kom með 100 hestöfl. En það þurfti nú að fylgja því að ég þurfti að opna pústi og gera út af við original intercoolerinn og setja stærri intercooler. Þegar sem að þeir sem hafa mappað þessu 215 hestöfl að mappa yfir 220 þeir hafa lendið að sprengja intercooler hliðarnar af. Já. Bara plasti bara springur. Þannig ég kom með stærri ál intercooler sem passar fyrir sem að hendar 3 lítra bílunum líka. Já, þetta er bara geggjað. En þú bara skemmtir þér í kvöld, það var mjög gaman að kíkja þess á þig og að fá að spjalla við þig. Bara eins og maður á að gera það, að maður getur spóla svona eins mikið og maður vill. Akkurat. Þá var maður að spóla. Algjörlega. Herru, þú nýtir þér í kvöld. Ég gerði það. Sjáumst þér. Oh my god, þetta er gælan sem á Hot Wheels bíl. Oh my god, er þetta driftgaurinn? Hann? Lóis-gaurinn? Lóis-gaurinn? Hey! Það veit allir hver Birkir er. Það ágjörðs ég þekki alla stöður. Bílinn hennar væri astanlegur fyrir utan einn hlut. Það er Hot Wheels limmið á honum sem þýðir það að hún veit hvað hann lítur út klikkaður. Það er nefnilega, ef þú ferð þetta hinum með spoilerinn, þú nennir ekkert að labba, ég veit það. Þá er svona Hot Wheels limmið þarna
sem stendur upp úr og þá veit hún að bílinn hvítur, rauður, svartur og felgurnar alveg ruglaða líka. Ekki þessi gæði samt. Eins og segi, þetta geggjað út af þessu. Ég veit alveg hvað þetta ruglað, sko. Já, sko, ég sagði það. En hvað segirðu? Þetta náttúrulega ekki bara með einhverju möstu Doritos mótor eða nokkuð? Nei, það 1.8 turbo úr Audi A6 með þrykta stimpla og aðeins stærri turbínu. Já, þannig að þetta virkar eitthvað? Fer eitthvað aðeins áfram. Eitthvað smá? Aðeins. Og hvernig glusarhæra? Nei, gírkassi? Svona tannhjóla drifið á bakvið mótorinn nokkuð? Jú, hún 6 gíra beinskipt úr BMW kassa. Gat fyrir að vera BMW kassi? Frankenstein jú, BMW kassi. Er það mögulega á díselbíl líka? Nei. Nei? Það er bara dýrari típan líka. Jú, Svo eitthvað sem drýfur afturdekkin áfram. Er mögulega læsing líka? Það er mögulega læsing. Það er læsing líka, sjáðu til. Svo sé ég hérna að þú ert búinn að vera dundaður að setja limmiða. Sérstaklega náttúrulega, prómo fyrir palla sko. Það er Dragonfly limmið hérna í miðunni sko. Það verður að sjást sko. Já, besti limmiðin sko. Það verður að sjást að þessi stelpa sem á hana bíl sko. Það það sést hérna eitthvað bleikt og hjörtu sko. En talandi limmiðan sko, þá líka bíllinn minn í speglinum hjá henni. Fyrir utan það, þá bíllinn í speglinum. Og fyndið að segja frá því, ég sótti þennan bíl á uppboð fyrir hvað, 2 árum? 3 árum. 3 árum. Hey. Hún representing. Já. Ég bara fully representing sko. Ég bara með ADHD, ég ekki að styðja ADHD. Þannig að það smá munur þar á milli og eins og sést kannski á þessu myndbandi þá tók ég ekki lyfið mín í dag. Þannig að þetta gæti fyrir verra. Hey, ég átti þennan bíl. En, Palli. Ég átti hinn. Já, PSX-inn maður. PJX-inn, eða það. Það er ótrútt og satt. Þessi bíl búinn að skipta eigundu 3 frá því ég seldi hann og það hefur aldrei verið sömu felgurutur hún síðan. Hann búinn að fara á 4 felgugóka frá því ég seldi hann áramótin. Það ekki auðvitað. Það er alveg metnaður. En heyrðu, mækir aftur yfir til þín, Palli. Takk fyrir. Birgir, hann elskar spotlightið. Já, þetta mjög gaman. Það var svo mikið. Stektasta sem ég Var nokkuð alveg agalegur við þig? Herru, ég þarf að gefa þér mynd af mínu bíl limmiða. Já! Ég á bara appelsínugula, ég þarf að gera nýja. Ég á bara appelsínugula bíl að limmiða. Var nokkuð alveg leiðilegur? Nei. Mér finnst það alveg fyndið. Áður en að þessi bíl var svona, þá var ég að bóla honum í hringtorg í Skeifunni. Þá var ennþá með það. Þegju, ég held að þetta væri limmiðar. Er þetta málað? Já. Nei, hann bifvél að virki. Afsakið. Og hitt líka? Nei. Gæinn sem vann sem sprautari á verkstæðinu hefðum sprautað hann á undir 36 tímum. Það er þetta ekki þetta? Það fokkið sjúkt sko. Mögulega á einhverjum efnum. Ég og pabbi gátum ekki ákveðið hvernig bílinn ætti að vera á litinn og þar sem að pabbi hjálpaði mér svona mikið með bílinn þá hafði hann eitthvað að segja í því. En við gátum ekki verið sammála þannig að Darek sem var þá sprautur á verkstæðinu tók bílinn inn í klefa, sagði okkur að fokka okkur í burtu, skilaði honum næsta morgun svona. En hann er bara geggjaður. Það ekki? Þessi bíll svona, hann snýr hausum hjá fólki þegar þú fer fram hjá þeim. Mjög mikið. Og ég búinn að heyra frá fólki að, þú veist, til dæmis bara þessi Hot Wheels miðinn og þessar djúpu felgur, skiljur, spókfelgurnar og það, að þetta væri alveg too much ef hann væri bara orginal samt málaði svona. Já, sko, hann 60 mm whitebodyður sikkurum meginn. 60, 60, 60, 60. Það er geðvikt. Það er geðvikt. Ég get ekki. Hvað sagði hún? Ég er bara að hlæja að Stebba þetta. Já. Sem að taka annað sjónarhorn af viðtalinu. Blessaður Stebbi. Ég bara segi fínt. Hvað er þetta að gera þannig bara einn inn í bíl? Bara aðeins þetta með hita, sko. Ertu að drekka? Nei, ekki núna. Ertu edrú einnann inn í bíl að hlæja sjálfur? Edrú, en þú veist bara að ég sjá sýnsotni hjá Eddi. Þannig að þú ert að drekka, bara þú ert ekki akkurat núna að kyngja sopa, ert að meina? Nei, akkurat. Hvernig er á bílatöfum? Bara helviti mjög gaman, sko. Já? Ætti ég að koma út, eða?
Nei, þú ert bara fýtt þarna, sko. Ok, fýtt hérna. Þér svo kallt. Bara, þetta er búið mjög gaman og ég er búinn að skemmta mig mjög mikið og bara gott að fara frí frá vinnu. Já, hvað gerirðu? Ég er málbyggari. Ok. Og þarna... Hjá Kólas? Nei, ég er á málbyggarstöðum Höfða. Já, er það ekki betra? Jú, eiginlega. En þetta er búinn að vera mjög gaman og sjá sérstaklega þennan bíl breytast mjög mikið. Ég hitti Eddu fyrir mörgum árum og sjá hana gráa bíl. Þurftum að ýta honum af stað og allt þetta og bara sjá hann núna í persónu svona. Þetta er bara gullfallegu bíl. Hann er flottur. Hann er fallegur. En hvernig bíl þú á? Ég er á BMW E90. Já, ok. Og hann er ekki hérna út af auðvitað sem er ástæðum. Hann er bilaður? Já, ég myndi ekki segja bilaður, en bara kalla misti prófið. Vegna þess að sopinn er góður? Nei, vegna hraðast. Ok, það er allavega skárra heldur en að missa fullur. Já, það er skárra, en maður saknar þess að keyra. Hvað mistur þú prófað lengi? 1,5 ár. Hvað varst eiginlega að fara hratt? Svona, ég náði að ýta honum upp í 220-230. Já. Og, já, það er helviti leiðilegt að vera að því akkurat þegar þú mætir lögreglu. Já, það er það. Hvað ertu búinn að vera próflaus lengi? Ég er búinn að próflaus núna í 1,5 ár og það er að lenda 5 dagar hann vil ég fá prófið, svo ég er mjög ánægður. Ok, ertu búinn að keyra eitthvað með að varst próflaus? No comments. Já, það er erfitt að hætta að keyra. Það er mjög erfitt. Það er svona eins og það sé verið mjög mikið í þessu og bara maður ástfanginn af þessum bílum og maður er bara mjög hafa gaman inn á bíldum. Það er svolítið erfitt, ég hef heyrt frá fólki sem að missi prófið, það er svolítið erfitt, það er svona eins og það sé verið að taka sjálfræðið af þér að þú þarfst að fara að stóla á aðra. Það er satt, það er mjög satt. Það er mjög erfitt þegar maður er að missa prófið og maður getur ekki keyrt neitt. Maður þarf alltaf að segja vinum sínum hvert það á að fara, hvort við vinnum að skutla mér eða eitthvað svona. Þetta er búið að vera mjög erfitt 1,5 ár. Þannig að þú sér eftir þessu? Ég sé mjög eftir þessu, ekki smá. Þannig að svo ég hérna bíldagum með bílinn minn og hafa gaman og vonandi á sýningunni líka 17. Já, en þú hefur næsta ár? Ég hef næsta ár. Þá ertu komin aftur með próf? Það er komin aftur með prófið. Það var gaman að spjalla við vinur. Takk fyrir. Og þú bara geggja og að fá prófið aftur soon og þá hagar þér aðeins. Já, takk fyrir. Sérðu Palli, nú ætla ég að kenna þér að skömbaka fólk til þess að fara að drifta. Jæja, nú ert þú að fara að koma með mér í BAF-inn að spóla. Svo þegar ég er búinn að því, þá fyrir þú að spóla á möstunni. Þetta er frekar einfalt. Hún er að vælunda því að hún sé ekki með dekk, hún sé ekki með felgur. Þetta kallast að hemja sig, að fara bara smáhring í staðinn fyrir að kveikja í. Er það ekki? Jú, ég hélt það. Herru, komdu, við þurfum að fara að spóla. Hún er að bíða eftir mér, við erum að fara heim, sko. Let me go home. Ég er á stationbíl, það er pláss fyrir fleiri en einn. Let me go home, guys, let me go home. Ég ætla að endurtaka þetta. Ég er á stationbíl, það er pláss fyrir fleiri en einn. Hjálp. Herru, my scumbagging has not been effective því miður. Eins mikið og ég er búinn að ná að láta menn spóla hérna á Teslum, á pick-upum. Það er svo börban á leiðin inn í braut. Óli! Spóla! Nei! Þetta lið, sko. Það má ekkert í dag, sko. Þetta er aðeins. Þetta er allt og fínt. Já. Þetta er allt og fínt. Menn hafa áhyggjur af afturbrettunum þegar þeir getur verið að hafa áhyggjur af því að hafa þessi of gaman. Ekki það, hann er hryllilega flottur og líka sérstaklega út því að þetta er ég sem er að tala. Hann er grænt, sko. Ég er í matching hérna, sko. Óli, ég er matching. Já. Býtu. Og Grímsey. Svoleiðis? Já. En jú, hún er mér alveg afsakað. Heyrðu. Góða kvöldið. Viljið þið vera í viðtali? Nei, ok. Herri, já. Sko, plani var að reyna að...
Norvél að taka mig upp, þannig að þetta sleppur. Planið var að reyna að láta og gefa Ólífur boðin í skoðun, en það gekk ekki alveg nóg vel, er það nokkuð? Hvað? Ég veit ekki hvað... Ég spurði bara hvort það vildi verið í viðtali. Ég var ekki svona leiðilegur. Mér langaði að segja, hæ, hann með filmur, vil ég fokka upp eða? Ég ekki heldur með skoðun á bílnum. Ertu ekki með skoðun? Nei, það var frá í mæ. Já. Það er ekki eins og réttu miði. Ertu með falsaðan miða? Já, frá Temu. Já, nú líst mér vel að þið. Ég bant þetta sjálfur. Nei, Ólafur, bíllinn er geðveikur. Takk fyrir það. Það er líka búið að sturtast handafseðlum ofan í hana bíl. Því að maður gæti sittið undir honum á tannburstassi, sko. Já, það er ekki núna, hann er svona skýtið henni það. Já, en hann er geggjaður. Hann er það. Og sko, Það verður betur næsta ári. eins og þessi bíl er náttúrulega að fara á sýninguna. Já. Hann verður með spegla undir sér, er það ekki? Of course, og upp með rassinn. Já, ætlar að hann tjakka hann upp og allt? Búka hann upp fyrir hann. Jú, auðvitað. Það verður að býja eftir næsta ári. Það verður allt annað. Já, þá er hann pínu gamall og þá má þess fara að fíblast á hann, Nei, það þá ekki? kemur carbon hood, bretti, stöður og sissar. Þessi gæi, sko. Hann er agalegur, sko. En... Já, löggan er að tala við Palla. Ég er náttúrulega í gulu vesti með Mike. Það er ekki furðulegt að hann vil ekki tala við mig, sko. Já, ég er líka bara stemmingsmaður, sko. Herru, náum í Palla. Fullt krökkum, sko. Þannig að það er svona minna núna, sko. Jæja, Palli. Algjörlega. Herru, ég ætla ekki að trufla ykkur. Ég er búinn að vera fullu hérna að græða myndefni. Þetta er allt að koma. Ég var að tala við lögguna. Þeir vildi ekki vera í viðtali hjá okkur. Þeir vildi ekki vera í viðtali. Mér finnst það ekki furðulegt. Sko, þeir sögðu að þeir höfðu mjög mikið gaman að þessu samt. En þeir sögðu að þeir fíla þetta svo lengi sem að fólk er ekki með eitthvað vesen og eitthvað. Og sögðu við myndum ekki skrá okkur á vaktir og bíladögum ef við fíluðum ekki þetta bíladót. Já, sniðugir eru þeir. En það sem að, eina sem að... Mjög hentugt fyrir mig. Ég á 2 frængur hérna í löggunni. Ég hins vegar er búinn að sjá þær hvoruga, þannig ég veit ekki alveg hversu mikið það hjálpar. Þeir sögðu samt að eina ástæðan af hverju vildi ekki spjalla við okkur var bara út af því að þeir þurfa að vera með alltaf á upptökum hjá sér og vilja ekki að það gæti verið eitthvað skammaðir og eitthvað fyrir það. Já, þeir eru sniður. Góð kvöldið. Góð kvöldið. Hvað segirðu þá? Helvíti gott. Herru, segðu mér aðeins frá þessum bíl hjá þér, það er allt blikkað í mælaborðinu. Já, bara eins og þetta á að vera. Er það ekki? Svona, þannig til maður að fer með henni í skoðun. Ég segi það. Þetta er alveg geggjað. Segðu mér frá þessum bíl, hvaða bíl er þetta? Þetta er Lexus ES200. Ok. Búinn að breyta vélinni í 1.7 með VFT, single turbo original. Er með BMW gírkassa og einhverju 5 gíra diesel eða eitthvað og búinn að sjóða hann aftan. Ok. Og setja coilover kit í hann líka frá K-Sport eða eitthvað. Og það er svona, já, aðal hluturinn. Keyptið þú hana bíl tilbúinn eða varst þú að smíða? Ég keypti hann tilbúinn. Eina sem ég er eiginlega búinn að gera við hann er að pína púsla í honum og setja coilover kitið. Já, ok. Hann er mjög flottur hjá þér. Ertu að fara að keppa á honum? Ekki þetta. En vonandi næsta ár. Já. Svona meðan þetta er fyrsti driftbílinn sem ég hef hann átt og ég hef átt hann í 2 vikur. Þá nefndi ég ekki alveg að fara að keppa strax. Já, ég skil þig. Það er... En þú lærir mest á því að keppa? Já, ég er búinn að heyra það en það er bara orðið of seint núna. Já, það er búinn skráningin allavega núna. Já, því miður. En hvað ertu gamall? Ég er 18, það verða 19. Já, ok, þannig þú ert bara nýlega komið með próf og hvernig bíl varst þú áður en þú fyrst í hennan? Sko, ég er búinn að eiga eina Skoda Octavia 2005, Suzuki Vitara 98 með kassabodíinu upphækkuð. Toyota Yaris, gamlan, mann ekki árgeðina og 2 Subaru Legacy. Já, ok. Þannig að Legacyin fæstu allan eitthvað smá. Varstu að spóla honum í snjó? Nei, ég gerði hann bara nú upp og seldi hann. Já. En ég er búinn að spóla á skótunum, 4-hjól-drifinn. Já, ok. Þannig að þú ert allan með smá 4-hjól-drisafingu? Já. En þetta er bara geggjað. Það verður bara gaman að sjá þig vera að æfa hérna í kvöld og vonandi verður með á næsta ári. Já, það hlýtur nú að vera. Ég held það. Herru, það var gaman að spjalla við þér. Sömuleiðis. Það er gott kvöld. Sömuleiðis. Kallið minn, ég fatt ekki, er þetta dekka rusl eða hvað er þetta? Er þetta olía? Sem er á þér? Já. Ég veit það ekki. Hvað varst að gera? Ég man það ekki. Ég er bara blind fullur, ég bara spyr þig. Sko... Hvað heldurðu? Ég þarf eiginlega að segja svolítið að því að þú ert með bláðan bakpoka. Ég er að drekka, ég skal segja það. Það er gæi búinn að spyrja mig 8 sinnum í kvöld
hvort ég veit gæja með bláan bakpoka. Það? Ég er ekki að grínast í þér. Nei, ég spyr, hvað heldur þetta sé? Ég held þetta sé dekk. Já, ég er nokkuð viss það. Ég er bara ekki alveg viss, ég vil bara vera viss. Það ég sé ekki á mig sjálfan. Nei. Þá held ég bara að vera viss. Sælir? Hvað ertu gamall? Ég skal ekki segja þér það. Ok. Sjáumst þér. Hvað segir strákar? Við erum með tengi hérna. Er allt ónýtt? Það er bara tengi sko. Sögði sér fast saman, við erum að keppa þessu samband og reyfið það í vírnum. Já. Við erum í fínu fötunum að gera þetta fyrir hann. En sko, ég veit ekki eins og hvort ég ætla að halda áfram, en það er svo lengur rauð að það er bara lokað. Það er klukkan. Já, ok. En þetta er komið í lag? Já, þetta er svona nóg til þess að redda honum heim. Já. Þú veist, það er ekki það sem skiptir máli að komast heim. Þú ert á E46? Já. Hvað mótor er í þessu? 318i, 2 litra. Og hann getur ekki verið 318 ef hann er 2 litra? Nei, hérna... 320? 318. Þannig að 1,8? 318. Þá ertu, já, þá er hann 1,8. Mér er satt að það er 2 litra. Þá er hann 320? Já, þetta er 1,8. Já. Það fyrir börnum. Það er hérna... Það virkar sem sagt, ef þú ert með 316 þá er hann 1,6, ef þú ert með 318 þá er hann 1,8, 320, 2 litra og svo leiðis. Ég veit það, mér er sagt að það væri. En það gæti verið búið að svappa hann, skilur þú? Já, ég veit ekkert um hann að ég keypti þetta bara 50 skall og bara stúta þessu. Ok, það er þetta gett. Ertu búinn að fara með mikið af dekkjum í kvöld? Nei, hann bara virðist ekki vilja sprengja þau, sko. Það er þetta skemmtilega við þessa bílar, skilur, þú ert ekki komin í eitthvað 500 hestöfla turbo eitthvað, það endast þessi dekk endalaust. Það er skaðaleg, sko. Hann fer í burnout á morgun og hafa myndið að springa, sko. Já, það er ekki það. Það er að vera sömu dekkjum? Nei. Ný dekk? Já. Geggjað. Það er bara geggjað. Hvað ertu gamall? 19 ára. Og er þetta fyrsti bíómafinn? Já. Gött. Hvað áttir þú undan því? Alveg, þetta er bara eitthvað sem ég keypti bara til að stúta, sko. Þannig að þú átti einhvern annan bíl líka? Já. Hvað ertu með líka? Það er einhvern Subaru, en það er bara... Það er brask í vinslu, ég ætla að reyna að köpa mér eitthvað amerískt. Ok, geggjað. Ertu hérna á norðan eða ertu bænum? Ég er norðan. Gött. Það var gaman að spjalla við, vinur. Já. Vonandi náðu að klára þetta og koma ykkur í röðina. Þeir hljótið að ná einu sinni aftur inn. Heldur það? Ég held það. Það er, þú veist... Bara drífa alla í gegn. Já, það var einu. Gangi ykkur vel. Svona á að gera þetta, bæðið þetta ekki sprungin. Sérðu það? Það er ekki bara hérna meginn, heldur hinum meginn líka. Hvað segirðu? Hvernig var þetta? Þetta var stemming. Það stóð sér vel, strákurinn. Helviti góð dísilinn, sko. Þú ert ekkert að spóla á píkanum? Nei. Það er bara spynnubíl. Það er bara beint áfram, ekkert aftur. En þú ert ekkert að fara á hlið á neinu eða? Nei, ekki ennþá. Nei? Það gerist kannski einn daginn. Ok. Er komin einhver della? Birkir er náttúrulega búin aðeins að kýtla þig núna. Jú, en mér langar bara að fara hraðar, beint áfram. Ok. Einn daginn. En þú varst að keppa í spynninu núna? Já, jú, það passar. Hvernig gekk? Það gekk bara mjög vel. Ég var í 8 cylindra plus og var í 5. sæti af 11 bílum, Ok, það er alveg gott. Mjög gott með við. En þú varst búin að vera að keppa eitthvað úti líka, ekki? Nei, við fórum á Streetvík í fyrra, en þá var Viktor að keyra og ég var að kóa. En við erum að fara út núna í júli og þá er ég að fara að keyra og hann að kóa. Ok, aðeins að svissa. Já, þannig að við erum að fara að keyra í heila viku á spynna. Það er bara geðveikt. Það er geðveikt. Bíllinn er alltaf að standa sig? Bara aldrei vesen. Bara skiptum olíu og dekk. Það er ekkert búið að vera neitt viðhald á honum? Nei. Þú vil vera vel smíðað maður. Jú, við skiptum konvertor daginn. Já. Og hann er eins og nýr. Það er bara, þegar þetta er vel gert einu sinni, þá helst er þetta bara. Ég veit það er bara svoleiðis, það er bara upp áfram og bara hafa gaman. En ef þú verður að fara að fá þér driftbíl, hvað myndir þú svona helst vilja? Ég myndi vilja eitthvað 70 mótorlagur Transam. Ok. Bara. Þú ert í amerísku deildinni alveg. Já. Alla leiði í gegn bara. Já. Þú ert ekkert fyrir bimmana? Nei, lítið. Mjög lítið. Þannig ert að særa mig. Ég vil bara eitthvað eldra en 30 ára, sko, þú veist, eitthvað svona gammalt, amerískt. En það er líka ógeðslega flotti bílar, sko. Það er langt skemmtilegast að horfa á það, finnst mér. Já, það er náttúrulega, þú veist, maður fátast leggjurnar að ógeðslega fallegt hljóð í þessu og svona. Kannski ekkert rosalega hendur bolli í drifti. Nei, en bara, það
fólk tekur mest eftir því, finnst mér. Það er svona, hefur mestan áhuga, Þú vilt athyglinna? Já, auðvitað. Þú elskar athyglinna? Já, mér finnst það ekki leiðilegt. Það er gaman. Já. Það er bara geggjað, það verður gaman að fylgjast með þér. Já. Og þið verðið í sumar úti. Í Svíþjóð. Og þið eru að setja þetta allt einhvers staðar á netið og sýna frá. Já, þetta fer allt inn á Facebooki mitt, bara Sigurbjörg Björgvinsdóttir og Instagramið mitt sem heitir Bogga. Ok. Og Viktor Hjörvals líka. Ok. Við erum ekki með neitt svona liða Instagram, bara okkar persónulega. Og fyrir fólk sem veit ekki alveg hvaða bíl við erum að tala þá er þetta gulur pick-up sem er kallað Tweety, eða ekki? Jú, passar. Og flesti vita hver hann er þannig. Hann er gulur. Hann er mjög gulur. Þannig að það er bara gaman og fólk getur kíkt á ykkur í sumar og fengið að sjá þetta. Já. Og við bíðum bara spennt að sjá hvaða bíla þú ert að fara að byrja á í driftinu. Já, það kemur einn daginn. Það kemur einn daginn. Það er ógeðslega gaman að spjalla við. Sömuleiðis. Sjáumst. Já, hvað kitt er það? Hvað segirðu? Ógeðslega góðum. Nei, ég ætla ekki að vera... Þú er bara með bjór í hendinni? Já, ég ætla ekki að vera í mynd. Af hverju ekki? Það er bara að segja eitthvað rasíst og óviðandi og... Já, það eru Norvel gefur með leyfi, þá er það ekkert þess Hann er brútt, skilur, þannig að hann má að segja þetta. Hann er líka bestur, maður. Já. Á hvaða bíl komstu í ár? Það eru bara Avensis, bara. Diesel og... Og þú komst bara fyrir sjóið? Já, bara hafa gaman og bara station og náðugt og... Hann er alltaf kreppa, sko. Maður verður að spara í olíu og öllu þessi því-fylgir, sko. En þú þarft ekki að spara í prósentinni? Nei, líka þetta er eiginlega bara ofægt þetta helvíti. Hvað er þetta í prósentum? 4%? Já, 4,6. Þetta myndi ekki svo setja bíl í gangi, þetta ógeðum maður. Þetta er ljótið viðbjörnum maður. En hvernig finnst þér bíladagar svona by far eins og þeir eru búin að vera núna? Kaldir. Já. En þetta er bara vinnalegt maður. Það er alltaf ekki búið að rigna mikið. Nei, þetta er bara svo mikið af svona úlingum. Það fyrir að geða til töðunar mér, sko. Ég er svo gamall, sko. Já. Ég sé það einmitt núna. Það er bara, þegar maður er að mæta núna og maður er að horfa á þetta liði spóla og ég hugsa bara að þetta var ég fyrir 10 árum. Það er fáránlegt að hugsa um það, sko. Já, en ég hugsa að þetta er ég fyrir 15 árum. Það er ennþá verra, sko. Þess að þetta er bara einhver 11 ára drengur bara að spóla á Lexus, skilur. Þessi gæði bara var heima að leggja sig. Hvert er þessi kynslóð eiginlega farin? Hann er með opið drif og bara brjála gaman. Hann er að styðja Einar. Það var einhver að taka Einar á þetta. En hann tók þátt í háaðarkefnir það heyrist ekkert í honum. Já, ekki láta mig byrja því ógeðið maður. Mættum þetta að fara, við bara fylgdum þetta röðinu, bara hlýtur að vera eitthvað í gangi maður. Mættum síðan upp, það var háaðarkefni, bara kepp í háað, er ekki að lægi heima hjá hann. Skilu, þetta er svo, ég tengi ekki neitt við þetta, sko. Ekki neitt, sko. Ég ætlaði að fara í hana, bara út af því að Stebbi var að segja ég ætti að kveikja á antilækinu og fleima fyrir liðið því að hann fleima svona cirka meter út af liðinni. Já, það er geðveikt að sjá ykkur að græði sem er læti og eldar og eitthvað. En eina sem ég horfði á, ég var að horfa á 2.4 diesel Hilux sem kom Mitsubishi Pajero. Þetta er siðlust, sko. Og við fögnum ekkert eðlilega mikið fyrir Pajerónu, bara upp á djókið. Já, gerðu þið það? Já. Ég fagnaði á mót honum, sko. Ég var ekki til í þetta. Þannig þú varst ekki þetta fyrir grínið? Nei, ég var ekki byrjar að drekka, ég var bara lítill í mér og þunnur og því miður. Já, en þú ætlar að fara að horfa á drifti á morgun? Já, drift og svo bara beint í bæinn í útskriftarveislu. Þannig að við missum sýningunni? Já, og burnoutinu? Sýningum að sé alltaf þessa bíla 6.000 sinnum maður, sko. En ekki burnoutið? Ef að þessi mætur á sýningu á morgun, þá mæti ég. 96 ára gera GL-impressu. Það verður ég til. Bara ekki sjá hann, maður. Drapa á honum, djöfull. Þetta er greið. Það var ógeðslega gaman að tala við. Já, þetta er ekkert eðlilega skrítið. Það er auðvitað rít, sko, þetta eitthvað. Já, ég veit. En ég fæ alltaf að bara passa frá þér, skilur við. Þú ert að fara að keppa á morgun? Já. Og þú ert ennþá hér? Já. Alveg svo ég? Því miður. Á hvaða bíl ertu að fara að keppa? 124 Benz Station. Diesel? Diesel, já. Með risa turbínu eða bara eitthvað basic? Já, Bog Warner ágæta bínu og bara stórt element í dísum og... Ertu búinn að bilda mótorinn eitthvað? Já, bottom build og já, topp líka. Ok. Þrykti stimplar, ventlakormar og meira, þannig að þetta snúa meira. Ok. Þú er búinn að keppa hann áður?
Nei. Aldrei áður? Aldrei áður. En þú hefur spólað á honum áður? Ég hef spólað, en ekkert í ár líka, þannig að... Nei. Þannig að þú ert bara helviti kaldur og feskur beint inn í keppni? Já. Í hvaða flokk ætlar að vera? Minigötubíla. Já, ok. Hann ekki það kraftmikill? Sko, ég bara veit ekki hvað hann er kraftmikill, þannig að ég ætla bara að mæta og hvað þið segja. Það var satt mér að prófa hann fyrst, þannig að... Já. Það kemur. Við erum að klippa þetta út að hann veit ekki powerið. Ef hann rústar öllum í minigötubíla, þá þurfum við að klippa þetta út. Já, það þurfum við að klippa þetta út, sko. Hann alltaf, já, klárar þegar hann var að blása sem mest, eða svona duglega, þá var hann að klára annan, þriðja, fjórða. En með minnir að þú megir ekki vera með turbínu í minigötubíla, þannig að þú verður örugglega færður upp. Ok, þá var það bara komið. Það er bara full send í götubíla. Já, þá skrúfum maður að upp í honum. Það er bara 30 písið núna, þannig að... Já. Það er bara geggjað. Já. En það er, hvernig er að vera á stationbíl í drifti? Það er bara svona, að kemst allt inn í hann og kemst fram og tilbaka í keppni. Og það er ekkert eitthvað, hann er svona bátur eða eitthvað? Hann er með stífari turnum allan hringinn, Dempararnir eru stífari og já, gormarnir er ógjörn alls saman. Ok. Það getur verið stífari líka. Þetta verður bara gaman? Þetta verður gaman að prófa. Þetta er fyrsta keppnin þín? Fyrsta keppnin mín bara. Það verður bara gaman maður. Nýbílda bílinn og... Maður lærir mest á að keppa, það er svolítið svoleiðis. Já, ég ætla alltaf að mæta æfingar og keppnir og bara ná hana að gera þannig. Já, þannig að þú bara mætir, ískaldur upp keppni og vinnur alla. Já, reyna eitthvað. Gera eitthvað. Gekki að tala við. Þetta er ekki tröflega lengur. Bye. Það er ekkert eðlilega mikið að liði hérna upp á braut ennþá. Við erum með Hillbilly með hatt. Sællur! Hvað heitir þið? Ég heiti Viktor. Ert þú á bíl hérna eða séu út með síðan hérna Mountain Dew? Þetta er bara ég er keigandi svo það er ekkert sérstaklega. Ég er ekki með neitt sérstaklega bíl. Ég er bara á patrólu fyrir vinnum minn á. Já, ok. Þannig að þú ert bara hérna til að horfa á bíla og hafa gaman? Já, spynnubílinn var því miður ekki tilbúinn, svo... Hvernig bíl er það? Chevrolet Malibu, 79 ágjöf. Ok. Hann bara vesen og tímaleysi bara, og var ekki nóg undirbúinn. En annars hefði við náttúrulega mætt með hann okkur spennuna og ábyggja að spæna hennar, sko. Já. Það var trúlega. Geggjað. Ertu með bara 8 silindra eitthvað ofan í honum? Já, 550 smóblokk sem er hásmíðið. Ok. Hún skýtur stimpla á stangir og álhett og rúlugambás og ég er búinn að það er staklu penningur minn líka í því, sko. Ertu búinn að vera að keppa eitthvað á þeim bíl, eða? Já, ég keppti svolítið á honum í fyrra. Ég var Íslandsmeistari í 750 flokki í áttungsbílu. Ok. Og keppti eitthvað smá meira á honum. Náði 2 sigurum í 1,8 í kvartmílu og náði besta tíma 12:12 á 109 mílum. Ok. Ertu hérna á norðan? Nei, ég er á Sandgerði, á Suðurnesjum. Ok, þannig að þú ert alveg lengst frá? Já. Þannig að þú ert að keyra aðalega í Hafnarfirði? Já, mest. Við mættum á bíladaði fyrra á svolítið hörðum dekkjum og ég fór því að byrja dögsum. Það var orginal Bronco 9 tóma undir bílnum. Svo því miður var ekki meir úr því en bara ein ferð. En eins og ég kem á næsta ári og ég reyna að steikja ekki það. Kemur sterkur aftur tilbaka? Þetta var heimsögur og það dauði. Já. En ég fíla fittið, þetta er ekkert eðlilega cool. Takk fyrir það. Þú ert svona country feelingur í þessu. Já, maður þarf aðeins að fá að standa út. Þú ert country maður með síta aftan og kúrikatinn. Það var ótrúlega gaman að spjalla við þér. Takk sömuleiðis. Við vonum að sjá þig bara á næsta ári. Takka spyrnuna og vera aftur Íslandsmeistari. Takk fyrir það. Góða kvöldið! Hvað segir menn? Bara frábært. Segðu mér, það er nú helviti skríti Volvo-hljóð í þessum bíli það er. Hvaða mótor ertu með? SQ4. Smíðaði þú hana bíl? Já, ég og bróður minn. Ok. Bara heim í brakka. Já, geggjað. Þetta er bara mótor onni, skipting. Já, þetta byrjaði þannig, ég kom með Summit Stage 2 Turbo Ás á að fara á túrbínu í einhvern tímann. Og ég er með preppaða skiptingu og letari konverter og eitthvað. Ford 9 Tomatan og eitthvað svona drall. En
að þú ert með svona svolítið spynnulegan skiptir. Já. Er þetta aðal spynnubíll eða er pælingin að drifta meira á þessu? Ég ætla bara að spynna þessu því að ég ræði ekkert við hann hérna, sko. Ég sleppi bara stýrun og leyfi honum að fara, sko. Já, bara aðeins til að grilla og hafa gaman. Já, veistu, það er ekki fræðilegur að stýra þessu, sko. Það er bara, þetta er aðalega til að kveikja í dekkjum og keyra hratt beint, sko. Já. Það er svona aðalmálið. Veistu hvað hann er í hestöflum hjá þér? Með að við internetið, það er náttúrulega, ég hef aldrei dænu á þetta, það er kannski 350 eða eitthvað, ég veit það ekki. En allavega, hann er nógu sprækkur. Og þú stefnir á að turbo hann? Það er stefnan. Og ertu með eitthvað gól, þú veist, hvað myndir þú vilja koma hann upp í? 500 hjóli, 10 pund eða ekki vínt. Já. Það ætti að vera frekar safe og alveg anskotast nóg fyrir mig. Og þá ertu bara að fara að henda í slikka og spynnu og... Það er gaman að keyra hratt. Já, það er það. En það er ógeðslega fallegt hljóð, Jörgur. Það er fyrir. Ertu bara með opið bústi alla leið og stúta? Já, þetta er 30 tóma aftur að hásingu og þá splittast þetta í 2 pípur. Já. Það er bara 3 tómar alla leið. Já, það er geggjað. Þetta er geggjaði bíl hjá þér og bara mjög gaman að þess að spjalla við og fá að vita hvað þetta væri. Ekki mál, það er hefur. Þú bara hefur gaman og grilla dekk. Við sjáumst. Heyrðu, allt komið í lag? Já, allt komið í lag. Það er bara búið að smíða rör á milli og beint að spóla? Já, aðeins að prófa þetta fyrir morgundaginn. Já. Þetta er bara gaman. Já, ég held að. Það vonandi að klikki ekki neitt. Hvað segirðu? Það vonandi að klikki ekki neitt. Já. Það kemur ljós. Ertu með pústu út á hliðinni? Nei, aftur úr. Þú ert með aftur úr? Já, það ertu bara Volvoinn sem er að reykja svona á þig? Það er ennþá kælivatni í vafningunum. Kælivatni, já. Hellit svesen. Það er bara að hita eins. En þú ert að hafa gaman, það er það sem skiptir máli. Ég kom ekki bara til þess að hafa gaman. Það er svolítið þannig. Er þetta fyrsti bílarna sem þú ert að keppa í driftinu? Já. Ok. En þú ert búinn að keppa í bænum? Já, eina keppni. Bara núna þessu ári? Já. Ok. Og þetta er fyrsti driftbíl sem þú ert á? Ég átti bara N50 en tók eina keppni á honum og já, svo er þetta bara allt annað. Já, akkurat. Þannig að ég er ennþá bara að læra þetta. Það er bara svoleiðis, það tekur tíma. Maður þarf að venja spilnum og sérstaklega maður er alltaf að breyta honum að því hann er eitthvað að fókast. Já, alltaf betur en bæta. Já, nákvæmlega. En þú bara hefur gaman, það er gaman að sjá að þið komið aftur í gang. Hvað segirðu þá? Góður. Segðu mér að sjá frá þessum bíl hjá þér. Já, við vorum að klára mappa bara kl. 10 og erum að testdræfa þetta bara. Ok, þetta er turbóbíl? Já, N50 turbo. Já, ég sá bara langa leiður að þetta væri turbóbíl, en ég hafði ekki hugmynd hvaða bíl þetta væri. Nei, þetta er gamli aflega og Júli 8, ég keypti hann í Júla. Já, ok, þetta er sá bíl. Við kláruðum bara að mála núna í vikunni og púslið saman og svo var Tóti að hjálpa okkur að púslið saman. Það var svona mikið sem vantaði til að klára mappið, en það hafðist. Ok. Já. Og stefnir að keppa á morgun? Nei, ég skráði þeim ekki. Bíllinn var ekki ready, við ætlum bara allavega að pröfa hann. Já. Það kemur að því. En hann er að virka núna? Já, allavega eitthvað. Veistu, ertu búinn að bilda eitthvað mótorinn eða svoleiðis? Við erum búin bara að setja headbacking og stötta og það er góðmulegði, sko. Já, þannig að það er ekki búið að setja eitthvað sterkari stangir eða stifla eða eitthvað svoleiðis? Nei, sjá hvað það getur. Já, algjörlega. Veistu hvað þú ert að blása? Ég held að sé í 9 pundum eða eitthvað. Já. Það er nú ekki meira það. Ekkert svakalegt? Nei. Þannig að þú ert hvað, ekki nema í bara eitthvað 300 hestöflum? Já, cirka. Já. Við ætlum að bústa hann eitthvað meira, en það verður við setna. Já, nákvæmlega. Bara að pröfa þetta allavega. Algjörlega, það er bara að hafa gaman. Já, Er þetta fyrsti driftbíllinn? Já. Hvað ertu gamall? Ég er 19 ára. Ok. Þannig að þú stefnir á að keppa og er bara aðeins að læra inn á þetta? Já, það kemur að því. Já. Þegar maður vinnur þetta. Já, nákvæmlega. Það er geggjað að fá að spjalla við og gaman að fá að fatta hvaða bíll þetta væri. Sömuleiðis. Við sjáumst, það er bara gaman. Þú verður að gera núna. Af hverju ert þú ekki að spóla? Af því ég tímið ekki. Nei, ekkert svona. Það er alltaf hægt að kaupa ný dekk. Þetta er helviti breytt undir þessu, sko. Þeir segja það rassinn á mér líka. Hvað segirðu? Fínt bara, eða þú?
Ég er bara góður. Hvað þetta bíladaga númer 50 sem þú mætir á? Ég er ekki með tölun að því. Úff. Þú ætlar ekki að fara keppin henni? Nei. Þetta er bara punt, sko. Já, en þú veist, þarftu ekki að eiga einn bíl. Ég á 8 núna sem eru gangfærir og 3 ekki. Já, þú ert nú líka vaðandi í seðlum, sko, ekki ég. Nei, ekkert svona. Þú ert ríkasta vinkonum mín. Ég? Já. Nei. Nei. Það er aðrar sem hefur svona jeppa og svona læti. Já, þær eru farnar. Ég var að lósa þeim hérna aftur og bak, þannig að þær myndi ekki bakka okkur á möstu á hann. Nú. En það er bara fjör. Þarna er ríkasti vinurinn. Hann? Hann er mjög ríkur. Norvel er mjög ríkur. Sérðu, hann segir bara nei líka alveg eins og þú, þannig að alveg eins. Veist hvernig ríka fólki virkar? Jú. Það virkar bara þannig. Jú. En hvernig finnst þér bíladaga búin að vera? Þetta er fínt bara. Ekkert kalt? Jú, þess vegna sitt ég hér inni. Já. Hvað er þitt preference af keppni? Þú veist, hvað er það svona spenntust fyrir á bíladagum? Driftið. Ok, þannig að þú ert bara spenntust fyrir morgundaginn. Það er búið að breyta spánni, þá ekki lengur að vera rigning á morgun, þannig að það er allavega að lofa góðu. Svo lengi sem það regning ekki, þá skiptir ekki máli. Nei, nákvæmlega. Þá er maður bara í 16 úlpum og horfir á kalt drift. Já. Það er gett. Svo lengi sem það kemur reykur, þá er þetta fínt, sko. Já, nákvæmlega. Það verður bara gaman. Já. Og þú verður bara á driftbílum næsta ári og bara brjála gaman og... Fékk nú spurningu á hann, hverju ég ætlaði ekki að fara á mínum mann inn, sko. Já, ég segi það. Fjórhjóladrifin og svona, reyndar... Dýrt ef þetta skemmist, sko. En hvað, þetta er 530? 520. Ok. 520 ekstra. Þú veist, við verðum bara að græja afturhjóladrifin bíl fyrir næsta ár. Það þú að kenna mér að drifta það? Já. Það er ekkert að kenna og bara hægri fóturinn niður og vinstri fóturinn upp. Það er ein hérna aftur í sem langar að drifta. Ég sá ekki sem það var eitthvað aftur í þetta filmanuðinu. Hæ? Hvað segirðu? Mjög gott. Hvernig driftbíl langar þér í? Ég veit það ekki, einhvern. Settu þetta niður hérna fyrir mér. Hvað heitirðu? Hvað ertu búinn að koma og séu mig? Já. Hvað heitirðu? Bryndís. Hvernig driftbíl langar þér í? Það er Einhvern góðan? Hefurðu driftað eitthvað á þér eða? Og þetta er bara geggjað, bara ógeðslega mikið reykur og brjála fjör og ógeðslega mikið læti. Það er ógeðslega gaman. Ég er á driftbíl. Ertu búinn að sjá hann? Fjólublár. Já. Hann er fjólublár með gullituðum límum. Já. Þessi er hann flottur. Ég er að segja, hann er geggjað. Nei, tjók. Ef þú myndir fá að velja þér einhvern bíl, driftbíl, sem að þú myndir svona helst vilja, hvern myndir þú velja? Hvað sagðið þú? E36? E30 geggjaðir. Ég á bæði sko, E36 og E30 þannig að þú ert þarna á mínu bandi. Já, ég er búinn að eiga 2 E36, þú ert það góðir. Ok. Gæt. Hvað ertu gömul? Ég er að vera 22. Já, ok. Það ertu ekki búinn að eiga neitt afturhjóladrifinn eitthvað svona skemmtilegan til að leika þér á? Og þú er bara eitthvað, þið langar í hann núna og ert ekkert að gera því? Það vantar peningana við. Nei, þú bara kaupir eitthvað ódýrt til að byrja. Finnir bara eitthvað kall hérna. Finn eitthvað kall? Eitthvað kall sem er í bílum hans. Bara ekkert mál. Tryggir lóki. Við skulum labba við Norvel með myndavélina og við löbbum, við skulum taka vídeo af vösunum hjá öllum og svo getum við svona að skoða hvaða vasi er þykkastur. Og svo getum við bara að senda á þig. Já, Er það ekki geðið? Jú. Það hljóma vel. Herðu, löggarnar stópa ekki það. Þú veit pika. Það var ógeðslega gaman að spjalla við þig. Já, sömuleiðis. Og reynda þig líka. Já, sömuleiðis. En þú spjallar ekkert mikið. Hvernig er 36 áttir þig? Ég er búinn að eiga 2, 3. Ég veit það ekki, ég er búinn að eiga 50 bíla. Ég er búinn að eiga, 2 E36, 2003 var gerð. Ok. 1 E46, 1 E39. Það var 525 dísel, það var enda skemmtilegt sem ég átti. En sko, E36 hættir í framleiðslu 98, þannig að E46 ef það er 2003. E36 þetta var 92 ár gerð, sorry. Já, það meikar meira sens. E46 var 2003 og E39. Ok, já, það meikar meira sens. Það meikar meira sens, en þú veist, hvað langt síðan?
Svolítið. Svolítið, þetta var 2014, 15. Já, en það er alveg valið að mun ekki árgerðin á þeim. Já, blessa, ég er búin að eiga 50 bíla, ég Það er geðvikt. Það er geðvikt. Hvernig bíl áttu núna? Volvo XC90. Bara fjölskyldubíl? Já, tveggja barna móðir. Tveggja barna? Já. Það er, þú veist, ég á samt líka barn, sko. Þannig að, en ég er á driftbíl hérna. Já. Þú veist, átt þú líka barn? Nei, hún á ekki barn, þannig að hún er ekki með neina afsökun. Engin afsökun. Hvað er þið? Við erum að redda henni. Já, það er plugginni. Já, það er ekkert mál. Það er búið að gringa svolítið í gaurunum hérna núna. Á morgun á drift, við getum ekki fundið gæja í driftinu fyrir það, þegar það kostar peninga. Við þurfum að finna einhvern gæja sem er að horfa á driftið fyrir hana, sem er svona, hei, komum henni í driftið. Það er ekki þetta. Það eru stelpar og ógeðslega gaman að spjalla við ykkur. Eru þið að fara að mæta að horfa á driftið á morgun? Það ætlaði að mæta bara leið og það byrjar. Já, þeir ættu með hvað maður fyrir að sofa, sko. Já, ég er ennþá vakandi, ég þarf að mæta klukkan 8. Já, reyndar. Þú getur mætt 8 og horft á æfingar. Hér er líka einn sem er að fara að keppa og hann á líka eftir að mæta fyrir að luska. Satt. En það fylgir þessu, svefnlausar nætur. Já, þú veist, maður getur sofið eftir bíladaga, það er svolítið þannig. Algjörlega. Þá tekur maður lúrinn, sko. Algjörlega. Stelpur, ógeðslega gaman að vera með ykkur. Sjáumst, skemmtið ykkur. Eðlilega fallega fjólbærar, það er svolítið eins og bíllinn minn. Þú verður að kaupa límmiða, hefur ekki? Já, lófisliðmiða. Já, fyrir svona græna eplabíla þarna. Já, við þurfum að græða það. Já. Við þurfum að sækja límmiða. Það meðan ég er ekki búinn að góta rúðuna. Hvernig ertu að gera það? Á sýningunni eða? Nei, heima. Já. Það er tími. Það er lófisliðmiða í sýningu. Já, meiri sé að þegar við erum að preppa sýninguna, þá erum við með miða líka. Þannig að... Hvernig á að mæta sýninguna á morgun? Við erum ennþá að keppa þá, þannig ég veit ekkert. Við erum örugglega að fara bara inn kvöldið, sko. Þannig að, en að vera lófismiðar á sýningunni, sem er geggjað, en þú veist, þið sjáu þetta náttúrulega eftir sýninguna, þannig að þið verðið að fara inn á lowis.is til þess að kaupa límmiðana, báða típunar. Eða ekki? Jú. Þú verður komið með lófismiða þá, þannig að við getum tekið mynd af bílniðinum og sýnt fólki hvernig miðarnir eru. Já. Og líka Instagram Lowis. Já, Instagrami, já, Lowis, lowis.is, TikTok, Instagram, Spotify. Spotify er Shift Happens by Lowis. Og þið vitið það því þið eru að horfa mig þar örgulega, eða YouTube, við veit það ekki. Kannski verður þetta á YouTube líka. En við hérna ætlum að gera reddi saman á sýningunum morgun og þá ert þú komið með Lowis miða. Það verður gott geggjað. En takk aðeinslega fyrir að horfa og hlusta ef þið voru ekki að horfa. Þá bara, þú veist, ok, skilurðu. En það er miklu skemmtilega að horfa því að það er ógeðslega mikið að gerast í vídeónu hjá okkur núna. Við erum ekki bara sitjandi með græna hondu baka okkur. En það er verið að fara að loka svæðinu, það er búið að tínast úr rosalega mikið úr fólkinu. Og ég þarf að fara að drulla mér að sofa því ég er að keppa í fyrramáli. Eða ég þarf að mæta í fyrramáli fyrir keppni. Þannig að það er bara gaman að vera með okkur. Og Mílan er ekki hérna með mér til þess að bladra líka, en við þökkum Birki kærlega fyrir að hafa tekið það á sig að rífa með mækinn og tala við fullt af fólki, sem er bara geðvikt. Það er bara mjög gaman og við kannski fáum hann til okkar í podcastið einhvern tímann og þá getur hann tekið okkur í viðtal